Það fallegt heima að líta að Miðási, falleg hús sem Ásta Begga og Gísli byggðu og allt svo snyrtilegt og fínt hjá þeim. Þau eiga 2 dætur, Kötlu og Inguberg og barnabörnin eru 2, þau Lilja Berg 3 ára og Gísli Berg 1 árs. Eiginmaður Kötlur Árni Geir Sigurbjörnsson frá Sauðárkróki og eiginmaður Inguberg Sigurður Gústason frá Hveragerði. Mamma Ástu Beggu, Sigurveig Rögnvaldsdóttir frá Flugumýrahvammi í Skagafirði, reglulegu gestur á Breiðási, en hún stundum kölluð pönnukökukonan því hún algjör snillingur í að baka pönnukökur. Það gengur allt út á hesta í Miðási, þar sem öll fjölskyldan tekur þátt og á sjálfsögðu þjónusta við ferðamenn. En hvaðan eru Ásta Begga og Gísli? Ég kem frá Flugumýrahvammi í Skagafirði og austan Vatna. Það náttúrulega mjög mikið mál að vera austan Vatna í Skagafirðinum. Síðan vorum við nú í Reykjavík í einhver 6 ár og svo fluttum við 92 upp á Leirbakk í landi og ætluðum að vera þar í 3 mánuði. En við höfum ekkert farið að Suðurlandinu síðan. Ég kem frá Varmalæk í vestan Vatna, Lítilstaðahreppnum, sem náttúrulega skiptir miklu máli að vera vestan Héraðsvatna. Og svo fórum maður bara söður fyrir 20 í skóla og vinnu Reykjavík og þar leyndust við. Ég kynntust reynda fyrir sunnan Reykjavík gegnum söng, kórastarfsemi og þess aftar. En þið kynntust ekki í Skagafirðinu? Nei, við vorum aldrei í sama skóla. Hvað þýðir það að vera Skagfirðingur? Við erum nú orðin svo miklir Sunnlendingar núna, held ég. Alltaf jafn stolt af því samt að vera úr Skagafirðinum og finnst alltaf jafn óskaplega fallegt þegar maður kemur norður. Ásta Begga og Gísli hófu sinn hrossa og ferðaþjónustu búskap á Leirubakka í Landsveit 1992. Þau fluttu sig síðan á hestheima í Ásarhreppi og fluttu loks í Miðás 2007 sem líka í Ásarhreppi. En út af hvað gengur ferðaþjónustan í Miðási? Það hestatengt eingöngu, má segja, svona sveitadvöl og bjóðum að fólk getur búið hérna í nokkra daga og riðið út eins og vill og svona tekið þátt bara í hústarónum sem þeir eru að gera dagstarlega hverju sinni. Og þetta vinsælt? Þetta mjög vinsælt. Við getum haft eins mikið að gera í þessu eins og við viljum. Við reynum að vera helst ekki með fleiri en svona 4 til 8 gesti í einu. Hér kemur fólkið og dvelur í viku til 2 vikna dvöl. Það raun og veru dettur bara í þessa rútínu eins og hér. Það má ríða út eins og það vill og það má vera með mér í eldhúsinu að baka eða elda. Og ef við skreppum eitthvað þá bjóðum við þið með okkur. Þannig þetta mjög skemmtilegu ferðamáti, finnst mér að hafa svona gesti. Gísli með 18 hross í hesthúsin úr eigin ræktun, meðal annars mjög fallegan stóðhest sem hann bindur miklar vonir við. Þetta óskarhringur frá Miðási, þannig ósk frá Leirbakka og hróð frá restunum, átæmdur stóðhestur og byrjaður inn í keppni líka, gengi bara mjög vel. Barnabörnin eru duglega að fara á hestbak með afa sínum, ekki síst Lilja Berg sem elskar það að fá að vera á hestbaki. Kötturinn á bænum sem heitir Polly hefur líka gaman að því að fara á hestbak, ekki síst með Lilju. Dæturnar sem báðar eru búsettar í Reykjavík nýta alla sína frístundir til að koma í Miðás. Já, við komum eins mikið eins og við getum. Það er voðalega gott að koma hérna í degur til mömmu og pappa. Og þegar þið komið, hvað þá verða að gera? Það er bara að njóta þess sko, bara að vera í mömmu og pappa og kíkja á hrossinn og njóta þess að vera í sveitinni, útiveru og... Þið fáið að ríða út með þeim? Já, ég heilmikið með pappa og þeim í hestunum. Við erum með hesta í bænum líka, hérna frá Miðási og svo kem ég hingað og tek út þjálfunni hjá þeim og þeir hjá mér. Þannig að við erum mikið með þeim í hestunum, já. En þið eru báðar búsettar í Reykjavík, á að geta flytja í sveitina? Nei, maður hefur nú mjög gott í bænum sko. Það var fínt að koma hérna bara svona annars slagið. Gísli syngur í Karlakór Rangæinga og Árni Geir Teindasonar hans með Karlakór Reykjavíkur. Þeir taka stundum lagið saman í hesthúsinu. Ég sé þig aðeins eina, mín unga blómarós, og það mikið meina, og minna drauma ljós. Oft læt ég huga líða, leynist til þín. Gísli og Ásta Begga syngja líka mikið saman og þau syngja fyrir alla ferðamenn sem koma til þeirra.
Ég leit eina lilju í holti, hún lifði hjá steinum á mér. Svo blíð og svo björt og svo ljúf, en blettin sinn prýddi hún vel. Það er oft ansi mikið fjör á Miðási, ekki síst þegar Gísli tekur upp harmonikuna, þá er ástæða til að dansa. Leið og fjölskyldun á Miðási er þakkað fyrir móttökurnar, gestiristnina og veitingarnar, þá ætla þau að syngja fyrir okkur brot af laginu Maístjarnan. Ó hve létt þitt skóhljóð og hve lengi ég beið